Já, komið þið sæl. Það var austlæg átt ríkjandi á Norður- og Austurlandi í dag og þar var nú svona víðast hvar skýjað allan landið austanvert. En hér á vestanverðu landinu þar sást nú víða til sólar og var nokkuð milt í okkur og fór hiti hæst í 20 stig upp í Borgarfirði og gerði það nú reyndar á allan að minnstakosti 3 stöðum. En það sem einkenni þessar stöðu hjá okkur eru lægðir sem að koma hér upp milli Íslands og Færeyja og við sjáum að það var hér stödd á hádegi í dag skammt suður af Færeyjum og önnur sem að fikra sig hér til norðausturs og mun svona þegar kemur fram á helgina koma upp hér á milli Íslands og Færeyja en það verður svona nokkuð svipað veður hjá okkur áfram verður austlæg átt ríkjandi hægviðri hér á suðvesturhorninu en síðan svona á jaðri þessa kossa þar kemur inn lægð sem að mun koma hér upp á landi þá á sunnudaginn og verður nú nokkuð kraftur í henni. En líkt hjá okkur, milt, það sérstaklega hér vestanlands, það sem hiti fór í 20 stig og við sjáum þá hitasviðin að það var hlýr loftmassi yfir landinu og ekki dregur nú neitt svo heiti geti úr hlýindum til morguns. En það sem mun þó gerast er það að allan eitthvað var það hér vestanvert landið að það svona mun nú draga heldur svona fyrir draga ský upp á himinn í kvöld og í nótt og við búið að verða mestur skýjað á landinu á morgun og hugsanlega verður svona bestu líkunar að fá góða sólarkafla það verður þá á Norðurlandi. En förum yfir landsfjórðungana og við byrjum hér á suðvesturhorninu og það var hæglætisveður í dag og við búið að verði það einnig á morgun en þó sennilegt að það verði öllu skýjara hjá okkur heldur en var í dag og það geta myndast góðar skúradembur í þessu seinnipartinn á morgun. Hiti almennt séð svona á bilinu 10 til 15 stig og gæti farið í innsveitum í þetta 16-17 það sem best lætur. Og það einnig viðbúið að verði hæglætisveður á norðvesturhorni landsins og einhverjar skúra getur nú gætt þar einnig, hiti 10 til 15 stig svona víðast hvar og bestu líkunar á að fá sólarkafla á Norðurlandi eins og áður sagði. Átaka lítið veður og fínt í raun víðast hvar á vesturhelmingi landsins og það nú svo sem ekkert mikið síðra veðrið austanvert landið og norðausturhorni landsins. Það svona, getur sagt að það sé ákveðin austlæg átt í þessu hjá okkur en vindur þó tiltölulega hægur en getur gert sólarkafla við Eyjafjörðinn en minni líkur og því þegar austar dregur á svæðinu og jafnvel þannig að það getur gert súld eða þokuloft úti við austurströndina sem hitinn verður eða undir 10 stigum. Hvað varðar suðausturhorn landsins þá sjáum við hér að það verður austlæg átt hjá þeim einnig skýjað að mestu leyti og hitinn svona í kringum 10 stig en að spára gera ráð fyrir að það geti náð 13 stigum í Skaftafelli en annars það verður þetta í kringum 10 stigin. Og förum þá yfir næstu daga og það nú svo sem ágætisveður allavega á vesturhelmingi landsins á laugardaginn og veikur hæðarhryggur sem kemur hér inn á vestanvert landið getur verið bjart veður víða landið sunnanvert en það er sennilega skýjað norðan til á landinu og einhverjar úrkomu getur gætt þar skúri þá hér norðvestan til og svo eru svona veikskil sem koma hér upp að norðausturströndinni. Hámarkshiti sennilega 15 til 17 stig hér sunnanlands en nær 10 stigunum þegar norðar dregur á landinu. Og síðan mun þessi lægð sem á koma inn á sunnudaginn, hún mun nálgast jafnt og þétt og svona spárbenda til þess að hún sé að koma hér upp að landi seinnipartinn þá á sunnudaginn með úrkomukerfið. Og þetta er seinnipartinn á sunnudaginn við sjáum að það voru vel hvasst hér sunnanvert landið og er unni mikil úrkoma í þessu skilum sem koma upp og jafnvel að geti slegið sums staðar svona staðbundið í storm. Það mun einnig rigna frá þessu skilum væntanlega landið norðvert en gerir það þá síðar daginn og lægðin sjálf og hún mun síðan ganga í runni norðaustri yfir landið á mánudaginn getur ringt víða frá henni og sums staðar jafnvel talsvert en þurft að mestu á norðausturhorni landsins og getur jafnvel gert sólar þar.
En það sem sé svona svipað veður í kortunum hjá okkur morgun, austlæg átt ríkjandi þó öllu skýjaðra en áfram milt. Verið sæl.